Núna þegar við erum búin að setja inn allar fyrirsagnirnar, þá skulum við fara í að gera efnisyfirlitið. Það á blaðsíðu 2 og þar inni ekkert í augnablikinu, en eins og þið sjáið þá eru þó nokkuð margar línur í efnisyfirlitinu hér í fyrirmyndinni. Við fletta hér upp og velja þessa síðu sem eiginlega tóm nema stendur þetta einu orð. Þið sjáið að hér efnisyfirlitið komið með heading 1 fyrirsögn, en það alveg viljandi sem við setjum það ekki hér strax á. Þegar við látum Word búa til efnisyfirlitið fyrir okkur, að þá notar Word stílsniðin til þess að ákveða hvað fyrirsögn og á þar með erindi inn í efnisyfirlitið og hvað eru textar og ýmislegt annað. Og núna þurfum við að passa, eins og alltaf þegar við erum að vinna inn í Word, að vera með bendilinn á réttum stað. Við verðum að passa að hann blikki hér fyrir neðan efnisyfirlit, orðið efnisyfirlit, því ef hann blikkar ekki þar, þá hann blikkandi einhvers staðar annars staðar inn í skjalinu og þá myndi efnisyfirlitið fara þangað. Til þess að setja inn efnisyfirlitið, þá förum við hérna efst upp á bláa í References. Smellum á það. Þá sjáum við að breytist umhverfi hérna og hvaða valmöguleika við höfum og hvaða verkfæri. En við förum hér í Table of Contents sem hérna lengst til vinstri og smellum á það og veljum efsta möguleikan í þessu tilfelli. Þannig sjáum við að efnisyfirlitið kemur inn. En þið sjáum líka að það lítur ekki út eins og hér. Ég setti nefnilega viljandi inn villur til að sýna ykkur hvernig það kæmi út ef ég hef til dæmis ef ég hefði gert þetta rétt, þá hefði ég sett rýmingsgreind hérna í heading 2 og þá hefði það komið svona út. En hér hef ég sett óvart einn textan í stað fyrir að setja hann í meginmál, þá setti ég hann í heading 2. Þess vegna kemur hann í heilu lagi inn í efnisyfirlitið og það auðvitað ekki rétt. Til þess að laga þetta, þá þarf ég einfaldlega að fara niður á staðinn þar sem þetta gerðist, laga þetta, setja rýmisgreind í rétta stílsniðið, sem sé heading 2 og textan í meginmál. Síðan fer ég aftur upp í efnisyfirlitið og núna í staðinn fyrir að ýta á Table of Contents, þá fer ég Update Table til þess að láta hann að laga þar sem ég var að breyta. Smella það og ýta á Update Entire Table hérna og segja OK. Þá sjáum við þetta breytist. Það slökkva hérna á stílsniða palettinu til þess að fá betra pláss. Auðvitað vil ég ekki hafa þetta á ensku efnisyfirlitið, þannig ég bara stróka það út. Og síðan sjáum við líka að línubilið öðruvísi hér í fyrirmyndinni heldur en hér. Og þess vegna vel ég efnisyfirlitið og til að breyta þessu þarf ég að fara hér aftur inn í Home. Vel síðan línubilatáknið, en það þetta hérna með örfum upp og niður og línum og ég get smellt hér á öruna sem hægra megin við og ég vel þar 1,5. Þá ég komið með þetta í það línubil sem ég vil. Og núna mér óhætt að setja efnisyfirlitið í heading 1. En ég ætla að bíða með það vegna þess að þegar að ég setja inn myndirnar, þá gætu þessi kaflar hreyfst til og fært sig blaðsíðu. Þannig ég ætla að bíða þangað til alveg í lokin með að setja þetta í rétt stílsnið, svo að þegar ég laga efnisyfirlitið, að efnisyfirlitið komi ekki inn í efnisyfirlitið.